Rafmagn fór strax af öllu svæðinu í rúmar 2 klukkustundir þar sem búa 30.000 manns. Í kjölfarið fór heitt vatn, bæði neysluvatn og hitaveita af. Stuttu síðar fór einnig síma- og netsamband af öllu svæðinu. Það með öllu óviðunandi og grafalvarlegt að slíkt skuli geta gerst árið 2023. Fulltrúi Landsnets upplýsti í fréttum að ef Suðurnesjalína 2 hefði verið komin í gagnið, hefði mátt koma í veg fyrir slíkt hrun innviða. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar skorar á sveitarfélagi Voga og Landsnet að leysa strax úr ágreiningi lagnaleiðir Suðurnesjalínu 2 og leiða það mál til lykta sem allra fyrst til að tryggja raforkuöryggi á Suðurnesjum. Bæjarstjórn skorar einnig á fyrirtæki sem veita síma- og netþjónustu að tryggja lengri uppitíma á varaafli en raunin var í gær. Þetta hér undirritað af öllum bæjarfulltrúum, Reykjanesbær 17. janúar 2023. Þá göngum við til dagskrár og fyrsta mál eru fundargerðir bæjarráðs frá 5. og 12. janúar síðastliðnum, orðið laust. Það enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta fundargerðir bæjarráðs frá 5. og 12. janúar eru beðnir að gefa merki. Og þær eru samþykktar 11:0. Þá tökum við næst fyrir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 13. janúar síðastliðnum. Afsakið. Forseti ætlar að gefa bæjarfulltrúa Margréti Sanders heimild til að taka til máls undir fundargerðum bæjarráðs. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúa, góðir gestir. Ég biðst afsökunar á þessu. Var ætla að koma hér upp undir fundargerð Kölku sorpbrennslustöðvarinnar Kölku en var einhvern veginn með það að það væri sér fundargerð en það að sjálfsögðu eins og alltaf fundargerð sem hluti af fundargerð bæjarráðs. Þannig ég biðst innlega afsökunar á þessu. En það eins og við vitum að það sjálfstæð stjórn yfir Kölku. Reykjanesbær á gríðarlega stóran meirihluta í þessu fyrirtæki og við höfum í rauninni ekki mikið verið að skipta okkur af rekstri þess að sjálfsögðu ekki. Og það segir sig sjálft, en það eru með sérstaka stjórn og það eru fulltrúar allra stjórnmálaflokka. Okkur finnst samt að þar sem að þessi fundur bæði tekinu upp og eins að það þurfa að koma skýrar og skilaboð frá okkur í bæjarstjórn að ákveðna fyrirspurnir, þá langar okkur í Sjálfstæðisflokknum að vera með ákveðna fyrirspurn til framkvæmdastjóra Kölku sem óskum eftir að bæjarstjóri komi þeim spurningum á framfæri og að við munum síðan fá þá þessi svör og getum þá svarað fyrir þetta þráttur að þetta sé ekki okkar umboði. En vegna eignarhaldsins að þá þetta hlutur sem skiptir okkur miklu máli. En spurningarnar eru sem sagt þessar og ég hef sendar þegar til borgarritara, til bæjarritara eða ritara fundargerðarinnar og óska eftir að þetta verði koma fram fyrir fundargerðinni að Sjálfstæðisflokkurinn óskar eftir upplýsingum sorphreinsun í Reykjanesbæ fyrir jól og fram til dagsins í dag og að bæjarstjóri komi þessum spurningum á framfæri við framkvæmdastjóra Kölku. Í fyrsta lagi, vegna óveðurs fór hreinsun sorps í Reykjanesbæ úr skorðum. Hversu mikil seinkun var á hreinsun sorps á þeim stöðum
sem ekki var ófærð að sorpílátum að ræða. Númer 2. Er eðlilegt að það líði 4 vikur á milli þess sem sorp ekki tekið á stað þar sem snjór ekki fyrirstaða, það að íbúar hafa hreinsað frá sorpílátum. Og í 3. lagi, eða 3. spurning, hvað annað en ófærð veldur þessari miklu seinkun á sorphreinsun? Og undir þetta rita Margrét Sandes, D., Guðbergur Einarsson, D. og Birgitta Rún Birgisdóttir, D. Og aftur, ég vil þakka forseta fyrir að hleypa mér að og þennan misskilning sem var. Takk. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Ekki til bæjarráði, en Nei? undir umhverfis og skipulagsráð. Já. Frábært. Takk kærlega fyrir þetta. Þá tökum við næst fyrir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs og eins og áður eru nokkur mál þar undir sem þarf að samþykkja sérstaklega. Og þau eru hér. Það er 7. mál fundargerðarinnar Hafnarbraut 4 lóðastækkun. Orðið er laust það mál. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta 7. mál fundargerðarinnar Hafnarbraut 4 lóðastækkun eru beðnir að gefa merki. Og það er samþykkt 11-0. Seinna máli sem þarf að taka fyrir hér er 8. mál fundargerðarinnar sem er Brekadalur 52 aukið byggingamagn. Orðið er laust. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta það mál eru beðnir að gefa merki. Og 8. mál er samþykkt 11-0. Bæjarstjóri hefur óskað eftir að fá að taka til máls undir þessari fundargerð hér fyrstur. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hér undir þessari fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs til þess að svara fyrirspurnum sem lagðar voru fram á síðasta bæjarstjórnarfundi hvernig staðið var að snjómokstri. Og eins og þið vitið að þá er nú vaninn að svara málum undir sama lið og þau koma upp. En það var á fundi umhverfis- og skipulagsráðs í síðustu viku þá var lögð fram greinargerð sem fer mjög vel yfir þetta allt saman og á fundi núna áðan fyrir þennan bæjarstjórnarfund sem hófst klukkan 17 þessi fundur en klukkan 16 til 17 voru hér mættir í þennan sal fulltrúar umhverfis- og skipulagsins og þjónustu umhverfismiðstöðvar til þess að fara yfir málið. Þannig að ég tel ekki þörf á að lesa alla skýrsluna eins og hún liggur fyrir hér upp á 5 blaðsíður en nema bæjarfulltrúar óski eftir því sérstaklega. En læt duga að fara svona yfir máli bara eins og það horfið mér og treysti því að bæjarfulltrúar og íbúar sem að vilja lesa þetta nánar geti nálgast það á vef sveitarfélagsins. En hefst á lesturinn, óskað vetrarþjónustu umhverfis- og framkvæmdasviðs Reykjanesbæjar. Óskað hefur verið eftir skýrslu umhverfis- og framkvæmdasviðs varðandi vetrarþjónustu Reykjanesbæjar, hvernig henni er háttað, hvað betur megi gera og tillögur starfsmanna að endurbættri þjónustu. Á fundi bæjarstjórnar þann 3. desember síðastliðinn kom bóku frá Sjálfstæðisflokki sem að hljóða svo: Sjálfstæðisflokkurinn óskar eftir upplýsingum hvert verklag umhverfissviðs er vegna snjómoksturs í Reykjanesbæ, hvers konar samningar eru í gangi við verktaka á svæðinu og hvernig þessi vetur hefur gengið.
Við óskum eftir að þetta fái umræðu umhverfis- og skipulagsráði og að bæjarstjóri gefi skýrslu um málið á næsta bæjarstjórnarfundi. Guðbergur Reynisson, Margreta Sandes og Helga Jóhanna Oddsdóttir skrifuðu undir þetta. Og hér kemur stutt á útgáfan af svarinu. Starfsmenn umhverfis- og framkvæmdasviðs fagna þessari bókun og bæði ljúft og skylt að svara henni. Skýrsla þessi fer fyrir umhverfis- og skipulagsráð þann 13. janúar næstkomandi. Aðfaranótt 17. desember síðastliðinn snjóaði mjög mikið í Reykjanesbæ og sú snjókoma hélt áfram alla helgina. Misjafnt ástand var á milli hverfa. Í Keflavíkurhverfi var ástandið sæmilegt en kolófært á Ásbrú og í Dalshverfi. Á laugardeginum var allur tækjabúnaður umhverfismiðstöðvar kallaður út, stærri vörubíll með snjótönn, minni vörubíll með snjótönn og lódall innan gæsalappa með skóflu. Auk þess voru 18 tæki kölluð út af öllum stærðum og gerðum frá verktökum. Unnið var nánast sleitulaust alla helgina, mánudag og þriðjudag. Á þessum tíma óskuðu starfsmenn Vegagerðarinnar tvisvar eftir aðstoð umhverfismiðstöðvar við að halda Reykjanesbraut opinni. Á heimasíðu Reykjanesbæjar eru upplýsingar hvernig vetrarþjónustu Reykjanesbæjar háttað. Þessar upplýsingar eru í textaform en ekki myndrænt eins og við fengum að heyra áðan að að minnsta kosti hjá Akureyri og Hafnarfirði. En það stendur til að bæta úr því í vetur og gera þetta myndrænt. Varðandi samninga. Síðasta vor féllu þeir samningar sem voru í gildi 3 undanfarin ár og því við verktaka og því til að svara að engir samningar eru við verktaka vetrarþjónustu eins og staðan í dag en til stendur að bæta úr því. Samningarnir gengu út á verktakar sem höfðu tæki og tól sem hentu í snjómokstur fengu fasta greiðslur á mánuði frá 1. nóvember til 1. apríl. Þetta var hugsað sem trygging ef ekkert var að gera. Ef tæki fór í vinnu þá minnkaði þessi trygginga upphæð sem var hljóðuð upp á 200.000 í hlutfalli við unna klukkustundir. Verktakar voru ósáttir með fyrirkomulagi eins og það var, en allir verktakar voru tilbúin að koma til vinnu fyrir Reykjanesbæ þegar kallið kom og enginn neitaði. Ástandið sem myndaðist núna rétt fyrir jól nánast fordæmalaust, en fara þarf aftur til ársins 2008 til að finna viðlíka ástand. Á þessum tíma hafa orðið mikla breytingar á tækjabúnaði verktaka þar sem þeir eru ekki að gera mikið upp úr tekjum af snjómokstri. Þeir hafa keypt sér vélar sem henta frekar venjulegri verktakavinnu sem leið henta ekki eins vel í mikið snjómokstur. Auk þess hefur á þessum tíma svæðið sem þarf að þjóna stækka til muna með aukinni byggð og þar fyrst og fremst byggð upp á Ásbrú og í Dalshverfi. Þau hverfi hafa auk þess mestu snjósöfnun öllu jafna vegna legu og hæðar lands. Fjármál. Eins og gefur að skilja nánast ómögulegt að áætla fjárþörf hvers árs í hálkuvarnir og snjómókstur en við höfum þó margra ára reynslu í þessu, segja skýrsluhöfundar, og höfum eftir fremsta megni reynt að vera eins raunhæfur og kostur í þessum áætlunum. Eins og sést á töflu hér fyrir neðan þá höfum við yfirleitt átt afgang í árslok og hefði verið gott að eiga það fjármagn í annan rekstur gatna svo sem yfirlagnir. Margoft hefur verið bent á það að það vanti fjármagn í þennan málaflokk. Það rekstur gatnakerfis og ekki hefur verið tekið tillit til ört stækkandi byggðar. Undanfarin 2 ár hefur verið flatur niðurskurður á þennan málaflokk þar sem við erum með sama fjármagn árið 2019. Það kemur sér mjög illa við okkur þar sem kostnaður hefur aukist gífurlega á þessum tíma með vísitölu hækkun og hækkun olíuverðs. Hvað má betur gera? Það klárt mál að þetta skot núna í desember vekur okkur til umhugsunar þessi mál sem blessunarlega hafa ekki verið ofarlega á verkefnalista umhverfisins undanfarin ásöku þess hvað það hefur verið snjólétt hjá okkur. Undanfarni vetur hafa einnig orðið til þess að verktakar hafa ekki lengur græjur eða búna til að sinna þessum verkum almennilega. Umhverfismiðstöðin hefur þó nýverið keypt nýja snjótönn og saltkassa sem kom sér vel. Annaðhvort verður Reykjanesbær að koma sér upp tækjum með tilheyrandi kostnaði en það ágæt samlíking að slökkvilið Brunavarnir Suðurnesja hefur á að skipa mjög dýrum búnaði sem vonandi þarf aldrei að nota eða nota sem minnst en nauðsynlegt engu síður að hafa til taks.
eða þá að við gerum fasta samninga við verktaka sem verður til þess að þeir geti keypt tæki og búnað til að þjónusta okkur betur. Að verktakarnir kaupi búnað til þess að þjónusta okkur, þar að segja Reykjanesbæ og íbúa betur. Það fer að koma tími á einu dráttarvél umhverfismiðstöðvar og rætt hefur verið innan starfsmanna umhverfisins að þegar það þarf að endurnýja hana ættum við að fjárfesta í stærra tæki með öflugri búnaði. Einnig hefur verið rætt hvort við ættum að fjárfesta í snjóblásara sem við getum svo fengið verktaka til að nýta þegar við köllum þá til. Við þetta mikla fannfergi sem kom nú í desember kom í ljós að við eigum mjög erfitt með að þjónusta allar götur bæjarins en leið tryggja plön stofnana bæjarins. Blessunarlega kom þetta skot á þeim tíma sem skólar voru lokaðir en við hefðum illa ráð við þetta ef við ætluðum að tryggja færð á götum og halda plönum við stofnanir hreinum í leið. Hugmynd okkar að vetrarþjónusta fyrir stofnanir verði boðin út og það verði ekki á ábyrgð umhverfismiðstöðvar. Síðan farið hér aðeins samstarfi nærsamfélagið. Ég svona að taka punkt úr skýrslunni starfsmannamál og vaktafyrirkomulag umhverfismiðstöðvar og upplýsingagjöf til íbúa. Ég ætla aðeins að lesa það. Eitt af því sem hefur verið gagnrýnt að það sé ekkert verklag hjá umhverfissviði varðandi vetrarþjónustu. Það ekki alveg rétt því eins og áður hefur komið fram með verklag vetrarþjónustu umhverfissviðs á heimasíðu Reykjanesbæjar. Hins vegar má gera betur í þessu eins og svo mörgu öðru í upplýsingagjöf til bæjarbúa almennt. Við ætlum að setja þessa áætlun upp myndrænt líkt og gert í Hafnarfirði og Akureyri. En einnig að hólfaskipta bænum þannig að það sé hægt að tilkynna bæjarbúum að ákveðin tiltekinn dag munum við einbeita okkur á ákveðnum hólfum. Það gefur einnig bæjarbúum færi á að færa bíla sína sem eru fyrir snjómokstri en það ein helsta hindrun okkar við þá vinnu. Einnig augljóst að mikið að bílastæði víða bæinn eru nýtt af ferðalöngum erlendis eða aðilum sem þjónusta þá. Einnig hefur verið rætt að setja staðsettingabúnað í öll tæki þar að segja alla vinnuvélar þannig að hægt sé að sýna og kortasjá hvaða svæði hafa verið rudd og hver ekki ásamt forgangi gatna og svæða. Þetta þó langt í frá einfalt verkefni því það krefst búnaðar í tæki allra verktaka sem sumir hverjir eru kallaðir til með stuttu fyrirvara en þetta munum við skoða nánar. Á ósk bæjarstjóra eru starfsmenn umhverfis- og framkvæmdasviðs að vinna nú tillögur að því hvað betur má fara í vetrarþjónustu Reykjanesbæjar og sú vinna í gangi. Undir þetta rita fyrir hönd starfsmann umhverfis- og framkvæmdasviðs Guðlaugur Helgi Sigurjónsson, sviðsstjóri umhverfisins. Og ágætu bæjarfulltrúar og íbúar ef þið eru að horfa að þið hafið aðgang að þessari skýrslu. Ég hljóp svona á stærstu liðum, það eru frekar upplýsingar og farið svona aðeins dýpra í einstök atriði. Og ég hvet ykkur bara til að kynna ykkur þetta vel. Takk. Takk fyrir þetta. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Ég vil byrja á því fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins að þakka kærlega fyrir greinargóða skýrslu. Og það auðvitað nauðsynlegt að horfa í baksýnisspegilinn stundum og skoða eins fram á við hvað má gera betur. Sem dæmi þá talað einmitt upplýsingastreymið og það einmitt rætt af heimasíðu Reykjanesbæjar með hvaða upplýsingar eru. Þær eru góðar svo langt sem það ná og rétt hjá bæjarstjóra og sammála bæjarstjóra að það eru auðvitað betri leiðir og umhverfis- og skipulagssvið hefur einmitt netta líka og myndrænar upplýsingar og svo framvegis. Það sem að kannski vantaði meira var staðan. Menn vissu kannski að eins og til dæmis að það sagt hér á heimasíðunni að þá einmitt talað að húsagötur og fáfarnari götur eru aðeins hreinsar ef eru orðnar þungfærar venjulegum einkabílum sem eru útbúin til vetraraksturs. En það segir sér sjálft í svona sérstöku óveðri eins og var að það var bara allt ófært. Þannig að það var ekkert hægt að sinna þessu. Þannig að það eru þessar upplýsingar. Og við sem bæjarbúar, allir sem einn, þurfum einmitt að girða okkur í brók, að vera ekki á ferðinni á illabúnum bílum í svona ástandi. Og þá við hér í bæjarstjórn, þá þurfum við líka að skoða með strætóferðirnar og hvernig forgangsröðin líka til framtíðar með snjómokstur.
Það alltaf hægt að vera vitur eftir á og það hefur ekki að mínu mati þótt góð lenska að vita allt betur eftir að hlutinu gerðir. En það sem að við erum að koma núna með í bókuninni meira hvað getum við lært af þessu og okkur finnst nauðsynlegt að koma með bókun og fylgja kannski eftir þessu þráttur að við erum nokkuð ána með þau svör sem hafa komið fram og sjáum að hlutirnir eru allavega í farvegi. En bókunin hljóðar sem sagt svona: Fyrir jólin 2022 skall á mikil snjókoma, meiri en hefur sést í langan tíma. Eðlilega kom þetta öllum á óvörum og voru viðbragðsaðilar ekki viðbúnir svona óvæntu óveðri. Starfsfólk Reykjanesbæjar var nótt við dag við hreinsun á bænum og gekk það samt ekki nægilega vel, en það var ekki einfalt að fá vélar þegar ekki var samningur við verktaka snjómokstur. Mér langar að stoppa þess hérna að það kom fram í skýrslunni áðan með að verktaka voru boðnir og komu en voru ekki nægilega vélum búnir og eins vitum fjölda verktaka sem voru bara hreinlega með samninga við Ísafi og fleiri. Og vegna þess að það ekki samningar þá eru menn ekki að fjárfesta í tækjum. Allavega svari sem við höfum fengið frá mörgum. En svo ég haldi áfram þá með bókunina. Sjálfstæðisflokkurinn þakkar starfsfólki sem kom að snjómokstri og vinnu í kringum hana fyrir fórnfúst starf. Auk þess þakkar Sjálfstæðisflokkurinn fyrir greinargóða skýrslu frá umhverfis- og skipulagsráði. Þetta á að vera umhverfis- og skipulagssviði og biðja ritara að breyta þessu fyrir mig. Að við erum að tala skýrslu frá umhverfis- og skipulagssviði, umhverfis- og skipulagssviði, snjómokstur í Reykjanesbæ. Þrátt fyrir framangreint lýsir Sjálfstæðisflokkurinn vonbrigðum með að ekki sé enn búin á tökum á snjómokstrunum nú 4 vikum síðar. Sjálfstæðisflokkurinn telur mikilvægt að strax verði gerður samningur við verktaka varðandi snjómokstur og að bæjarstjórn fái erindi frá umhverfis- og skipulagsráði aukningu fjármagns í málaflokkinn þannig að möguleiki sé á að bregðast hratt við ef þvílíka aðstæður kom upp aftur. Upplýsingar til íbúa hvernig forgangsröðun og skipulags snjómokstur háttað þarf að bæta. Eins væri gott að læra þeim sveitarfélögum sem hafa verið til fyrirmyndar í þessum málum. Og undir þetta rita Margrét Sanders, Guðbergur Reynisson, Birgitta Rún Birgisdóttir og við erum frá D-lista. Aðeins bæta við, eins og bæjarstjóri réttilega nefndi áðan, að hluti af þessu komið í feril. Við viljum ítreka fókusinn sem að við telum að vera algjörlega á þessu og okkur finnst, og vonandi eru fleiri í bæjarstjórn sammála okkur, að umhverfis- og skipulagssvið og svo ráðið sem bakkar það síðan uppi, að það þarf að koma meira til okkar upplýsingar, svo sem ef að ekki búið að endurnýja samninga, ef að þeir eru lausir og svo framvegis. Þetta kom okkur á óvart en það hefði ekkit breytt neinu í óverunum sem slíku. En það eðlilegt og sjálfsagt að okkur finnst allan hjá Sjálfstæðisflokknum, sem við fórum ekki að tala við aðra flokka, að svona upplýsingar liggi fyrir, ásamt öðrum upplýsingum sem við þurfum að vita hvað að breytast. Það rétt að það hefur verið snjólétt, en ekki svona snjólétt. Því að í byrjun ársins komu nokkrir dagar þar sem var bara mjög erfitt að komast bæinn. Þannig að þetta hlutur sem að við vonandi bætum og í ferli og viljum við þakka fyrir það. Takk. Takk fyrir þetta. Bjarni Páll Tryggvason, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og bæjarstjóri og aðrir gestir. Já, það skiptast sannarlega á skín og skúrir í þeim verkefnum sem falla í skaut bæjarfélagsins og í framhaldi af einhverju mildasta hausti sem að sögur fara af, það sem að ég held að það muna einu degi á því að það sett met í snjóleysi frá því mælingar hófust
að þá ákváðu nú veðurguðirnir að dempa veðri á okkur af því taginu sem afar sjaldan sést í bæjarfélaginu okkar. Viðbragðsaðilar tala viðburð líkt og þennan sem svokallaðan svartan svan, en það viðburður sem hefur mikil neikvæð áhrif og á sama tíma þess eðlis að ómögulegt hefði verið að sjá fyrir. Og það einmitt oft með viðburði sem þessa að það afar þægilegt að sitja nokkurum dögum eftir hann á sér stað og vita upp á hár hvað átt að gera til að bregðast við og hvað átti ekki að gera. Og á tímum sem þessum, þar sem að ófyrirséðir hlutir komu upp, þá verður allt flókið. Ákvarðanataka verður flókin og erfið, yfirsýnir af skortum skammti, áreiti á þá sem standa í stafni í aðgerða á köflum langt umfram það sem hægt að teljast eðlilegt. Ég vil því biðla til þeirra sem fjalla þessi málefni að nálgast þau af fagmennsku hlutlægni og með sanngirni í huga gagnvart þeim sem standa í eldlínunni. Ég ekkert endilega að beina þessum orðum hérna til bæjarfulltrúa hér, heldur bara svona almennt til þeirra aðila sem eru að fjalla þessi málefni. Því ef við gerum það ekki, þá hætt við því að sá lærdóm sem hægt að draga af viðburðum sem þessum skili sér ekki til framtíðar, heldur verði hver höndin upp á móti annarri í leita sökudólgum og réttlætingu. En samhliða því, þá tel ég afar mikilvægt að halda því til haga að það má ekki gera lítið úr því ástandi sem skapaðist hér á svæðinu og við sjáum áfram skapast hér á svæðinu nú síðast í gær þar sem allsherjar rafmagnsleysi knúði dyra. Sem sagt ástandið í tengslum við ofankomuna og veðrið sem fylgdi dagana þar á eftir var mjög alvarlegt. Samgöngur fóru allar á skorðum, tengingar íbúa Reykjanesbæjar við mikilvæga innviði hrundu, það þurfti að opna fjöldahjálparstöð hérna í bæjarfélaginu, vöruflutningar lögðust af, lokað þurfti skólum, starfsmenn sem stinna mikilvægum störfum komust hvorki til né frá starfstöðum svo dögum skiptir og svona mætti lengi telja. Og líkt og kemur fram í samantekt starfsmanna umhverfis- og skipulagssviðs, þá vantaði ekki neitt upp á skuldbindingu starfsmanna Reykjanesbæjar né verktaka á svæðinu gagnvart verkefninu eftir að ljóst var hvernig staðan var. Unni var meðan að kraftar voru til og augljóst að í einhverjum tilfellum þá gengur starfsmenn mjög nærri sér í þessu verkefni. Og eitt af því fyrsta sem ég held að við öll sem bæjarfulltrúar hér ættum að spyrja okkur þegar ástand sem þetta kemur upp hvort að stuðningur við áætlunum þeirra sem stjórna aðgerðum sé fullnægjandi. Höfum við tekið stefnumarkandi ákvarðanir sem að eiga þátt í að búa til það ástand sem skapaðist hérna. Og mér sýnist í það minnsta miðað við þau gögn sem við höfum og þá vinnu sem unnin hefur verið við fjárhagsráðunargerð undanfarin ár að Reykjanesbær hefur almennt gert raunhæfar og ábyrgar áætlanir í þessum málaflokki. Það verið að byggja á rekstrarreynslu fyrri ára og svigrúm til þess að vinna í samræmi við raunverulegar aðstæður til staðar. Þessar staðreyndir tala sínu máli og tala það að vetrarþjónusta bæjarins sé undirfjármögnuð, hún finnst mér allavega mínum að þetta ekki standast skoðun. En þegar kemur þá að öðrum þáttum varðandi stefnumörkun sem við hér inni eigum að spyrja okkur að og eigum að vinna því að svara. Hvaða stefnumarkandi ákvarðanir höfum við ekki tekið? Og af hverju höfum við ekki tekið þær? Það hefur aðeins verið fjallað þau málefni hérna í kynningum hérna fyrir fundin og það ákveðnir hlutir sem hafa komið fram í máli bæjarfulltrúa Margrétar sem að skýra það að einhverju leyti og það hlutir sem við þurfum að taka til okkar. En meðan að þessum atburði stendur yfir og verið að ná utan málið, þá upplifði ég ekki annað en allir aðilar hafi haft fullan skilning á aðstæðum. Eftirleikurinn í framhaldi svo flóknari og þegar loftið svona farið úr þessari blöðru og taka þurfti til eftir þetta partí sem að veðurguðirnir bjuðu hérna upp á, þá stöndum við frammi fyrir þessum spurningum sem þurfum að takast á við. Umhverfis- og skipulagssvið hefur þegar varpað fram nokkurum þeirra og vinnur að tillögum að því betum að fara líkt og kemur fram í minnisblaði undirrituð af sviðsstjóra. En það þarf meira til en bara áætlanagerðir og aðgerðir af hálfu Reykjanesbæjar. Ég velti til dæmis fyrir mér af hverju vegagerð ríkisins þarf að biðla til Reykjanesbæjar og Ísavía líka að taka yfir vetrarviðhald á Reykjanesbrautinni í tvígang. Og hvernig ætla vegagerðin að koma í veg fyrir að það gerist aftur? Bærinn ætti í raun og veru að vera að biðla til ríkisins í því almannavarnar ástandi sem var til staðar en ekki öfugt. Og hvernig komum við í veg fyrir að heilu hverfin séu einangruð frá öðrum hverfum svo dögum skiptir líkt og íbúar í höfnum þurfti að þola? Hvernig ætla vegagerðin að tryggja það? Og við getum spurt okkur að því hvernig getum við í samstarfi viðeigandi hagaðila tryggt að hér á svæðinu sé til taks tækjabúnaður til að takast á við eftirmála svona veðuratburðar og hvernig byggjum við það inn í viðbragðsáætlanir okkar. Það er augljóst að það þarf að gera rammasamningu verktaka á svæðinu vetrarþjónustu og tryggja að samningar þá þjónustu séu endurnýjaðar í gildi þegar á þarf að halda. Og það sem skiptir síðan íbúa ekki hvað síst máli reglubundin og skilvirk upplýsingagjöf. Og þar liggja tækifæri fyrir okkur til að sækja. Og ég vil að við skoðum það ítarlega hvernig við getum bætt úr því. Og það er ekki einvörðum að ræða þjónustu sem að bærinn veitir, beint, líkt og snjómostur,
heldur hefur önnur stoðþjónusta einnig farið úr skorðum. Nærtækasta dæmi var nefnt hérna áðan sem snýr að sorphirðu. Sorp var ekki hirt svo vikum skiptir hjá mörgum íbúum. Og við erum á fleygiferð í stafrænni umbreytingu og tækifærin í upplýsingagjöf liggja því að mínum mati því að nýta stafræna miðla betur til að koma upplýsingum til íbúa í þessum efnum. Og ég vil hvetja þá aðila sem þjónusta íbúareikja til að útbúa skilvirkar og raunsæjar áætlanir dýnamíska upplýsingagjöf og koma þeim í virkni sem fyrst. Og ég vil að lokum ítreka að við megum ekki gera lítið úr því ástandi sem hér var uppi og greinilega til staðar í fleiri innviðum. Og ég þakklátur fyrir að urðu engin stórslys á fólki og ég þakklátur fyrir það fólk sem sinnti neyðar og viðbragðsþjónustu í samfélaginu okkar á þessum vandasömu tímum. Og vil hérna með leyfi forseta nota tækifæri hér í ræðustól og færa bestu þakkir til allra sem hafa komið að vetrarþjónustu á umliðnum vikum. Verkefnið hefur verið flókið og vandasamt og ég óska okkur öllum hér inni sem og öðrum sem hafa tekið þátt í rýni þessara viðburðar velfarnaðar í þeirri úrvinnslu sem framöndan er, því hún skiptir alla íbúa Reykjanesbæjar máli. Takk. Takk fyrir þetta. Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir. Ég kem hér einnig undir lið snjómokstur í Reykjanesbæ. Umbóðendur ánægðir með þeir svör sem hafa komið fram varðandi snjómoksturinn og vil ég þakka fyrir greinargóða skýrslu frá umhverfis- og skipulagssviði. Það þarf að gera greinilega betri aðgerðaáætlun hvernig eigi að bregðast við þegar svona mjög krefjandi aðstæður koma upp. Einnig þarf að huga að betra tækjakosti. Það er ánægjulegt að umhverfis- og skipulagsráð hafi tekið málið upp og það þarf að veita meira fé í málaflokkin svo snjómokstur verði til fyrirmyndar í framtíðinni. Ég óska að það verði bókað að ég tek undir bókun Sjálfstæðisflokksins heilhugar. Takk fyrir. Kæra þakki fyrir þetta. Guðbergur Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og gestur. Ég kem hérna undir liðnum aðgengismál í umhverfis- og skipulagsráðsfundagerðinni. Þar vil ég bara hnykkja á að ég setti bókun inn í fundagerðina og fagna því að aðgengismál séu tekin föstum tökum og við þurfum að finna samt bráðabirgðalausnir þangað til við erum búin að finna lausnir á aðgengismálum og vil benda á að það er á fleiri stöðum í bænum heldur en bara við Reykjaneshöll og þessum stöðum sem var talað eins og til dæmis bara Dance Company og svo er ég að benda á Heiðaskóla og marga fleiri staði sem að þarf að svona skoða aðgengismál og mér finnst að við megum ekki alltaf festast í því að fara að gera skýrslur málið, við þurfum líka að gera eitthvað þangað til við erum búin að finna lausn. En svo ætla ég að misnota eins og ræða þessi vandamál með snjómoksturinn og ég ætla aðeins að benda bæjarfulltrúum á að minna á að bara á einum mánuði hvað við erum búin að vera minnt á það, hvað Reykjanesbrautin er mikilvæg. Það er búið að loka okkur Reykjanesbrautina núna rétt fyrir jól, loka á samgöngur bæði með mat og gestina okkar fram og tilbaka og svo er búið að taka á okkur rafmagnið og það er búið að minna okkur á hversu mikilvægt það er að klára Reykjanesbrautina og klára Suðurnesjalínu 2. Og við eigum öll að leggjast á árar með að koma þessum tveimur málum frá. Við eigum ekki að sitja hérna og vera alltaf í þessari hættu. Og ég vil bara brýna ykkur til þess. Og svo var hérna áðan rætt að þetta væri ástand, þessi snjór væri ástand sem hefði ekki komið lengi. En ég ætla að minna ykkur á 2019, janúar 2019. Þegar það var banaslys inn í Straumsvík og það snjóaði svo mikið að tugir eða ég veit ekki hvað margir bílar voru fastir hér fyrir ofan Reykjanesbæinn. Fólk var að fara út til þess að reyna á flugi, það var fellt niður flug, það fór allt til fjandans. Það er bara, reyndar orðin 4 ár síðan en þetta er fljótt að leiða. Ég vil bara minna ykkur á að þetta er alveg að gerast og við þurfum að vera undirbúin
og ég er sammála því sem hefur sagt hérna að þetta er jafnvel ætti að vera, við ættum að vera tengdari við almannavarna plan upp á hvað á að gera í þessu. Þarna koma allir ferðamennir og við erum að loka á að þeir komist fram og tilbaka. En ég vildi svona bara minna á þetta. Takk. Guðný Birna Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, kæri bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og gestir. Já, mjög áhugaverðar umræður umhverfis- og skipulagssvið og ráð og síðasta fund þeirra. Bara góðar umræður snjómoksturinn og hvað við getum lært af þessu og eins og hefur komið hér fram fengum við góða kynningu málið áðan og getum þá tekið þetta áfram. Það er engin afsökun að það er ekki búið að snjóa í mörg ár en maður svona sem er fljótur að venjast hlutunum. Þannig að þetta er bara eitthvað sem við getum hort sérstaklega til og rýnt í niðurstöður umhverfis- og skipulagssviðs hvað má betur fara. Nú, í ljósi annars atburðs sem að gerist hér í gær, alvarleika á rafmagnsleysinu og áhrif þess á okkur, langar mig með leyfi forseta að reifa það mál aðeins undir rusk. Ég veit þetta er ekki formlega í fundagerðinni þótt við aðeins rætt það hér. Yfirlýsing er farin frá bæjarstjórn, gerði það í upphafi fundar en ég vil þá fá að ræða það sérstaklega. Í gær, þann 16. janúar, leysti Suðurnesjalína 1 út með þeim afleiðingum að rafmagnslaust var á öllu Reykjanesi. Þetta gerðist 22 mínútur yfir 3. 17 mínútur síðar var talið að bilunina mætti rekja til bilunar í yfirspennu varasvokölluðum fyrir Suðurnesjalínu 1 staðsett á Fitju. Rafmagnslaust var á öllu Reykjanesi til klukkan 17:49 eða í 2 klukkustundir og 27 mínútur á svæði þar sem tæplega 30.000 manns búa. Ástæðan fyrir því að við erum að ræða þetta alvarlega atvik hér er ekki eingöngu vegna þess að það var rafmagnslaust. Við mistum rafmagn í tæpar 3 klukkustundir í janúar þegar hitastigið var 5 gráður í mínus. Auk þess samhliða dró úr þrýsting á heita vatninu í nokkra klukkutíma sem olli því að húsin okkar kólnuðu hratt og ekkert heitt vatn var í húsum. Ekki bara það, heldur var netið lélegt, hikstaði og réð ekki við það að allir voru á því og auk þess að horfa á landsleik Íslendinga á sama tíma. Eins og það hefði ekki verið nóg, þá kom tilkynning klukkan 5:23 frá Nova, þar sem ég er í viðskiptum, að vegna rafmagnsleysis væru truflanir á farsímasambandi þar sem öll þjónustan væri keyrð á varaafli. Þannig að í gær árið 2023 var rafmagn, heitt vatn, net og farsímaöryggi fór allt á sama tíma í vetrarhörku í janúar og við á Reykjanesi send aftur til miðalda í kjölfarið. Sem betur fer brást HS Orka, HS Veitur ásamt Landsneti hratt við og það var hægt að lagfæra bilunina. En hvað ef? Við hér á þessu landsvæði erum berskjölduð þegar kemur á rafmagni þar sem við erum með eina línu til okkar. Ef eitthvað út af bregður, þá getum við lent í þessum aðstæðum. Fyrir 30.000 manna samfélag þá er þetta ástand ekki boðlegt og við eigum ekki að sætta okkur við þetta. Málefni Suðurnesjalínu 2 er löng, það vitum við, en undirbúningur hófst árið 2005. Það eru heil 18 ár síðan. Aftur var sótt framkvæmdaleyfi fyrir Suðurnesjalínu 2 árið 2020 þegar fyrir lá nýtt umhverfismat, álit skipulagsstofnunar og öll lagaskilyrði fyrir útgáfu framkvæmdaleyfis voru þá fyrir hendi, auk þess að samtala var tekið aftur við sveitarfélögin, landeigendur og Orkustofnun. Í byrjun árs 2021 hafnavogar framkvæmdaleyfi Suðurnesjalínu 2 og í október sama ár var afgreiðsla voga höfnun og framkvæmdaleyfi dæmt ólögleg af úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála. Það nýjasta í málinu sem ég gat dreifað við fyrirleit mína var að gögn voru lögð fram að Landsneti í október til upplýsingar og frá Vogum í desember núna síðastliðinn 22, en það kemur fram á veg Voga að umsókn framkvæmdaleyfi er enn til efnislegra meðferðar hjá sveitarfélaginu,
en skipulagsnefnd sveitarfélagsins frestaði nú í desember afgreiðslu umsóknarinnar fram í janúar 2023. Nú er 17. janúar og ekki er hægt að finna neinar nýjar upplýsingar málið. Ljóst að áhrif þess að Suðurnesjalína 1 fari skyndilega á rekstri en undantekningarlaust straumleysi á Reykjanesi með tilheyrandi neikvæðum áhrifum á heimili og fyrirtæki. Suðurnesjalína 2 myndi stórbæta orkuöryggi á Suðurnesjum en nauðsynlegt að ráðast í framkvæmdir til að bæta afhendingaröryggi og raforku hér hjá okkur. Eins og staðan í dag er flutningsgeta Suðurnesjalínu 1 þegar fullnýtt sem hamlar uppbyggingu hjá öllum sveitarfélögum á Suðurnesjum. Eftir öll þessi ár sem einkennist hafa af kærum auk samningaviðræðum liggur fyrir að framkvæmda leyfi hefur verið gefið út af hálfu Reykjanesbæjar, Grindavíkur og Hafnarfjarðar. Eina leyfi sem liggur ekki fyrir liggur hjá Voga. Samkvæmt bæjarstjóra Voga kom fram að umrædd beiðni sé í eðlilegum farvegi þar sem unnið að því að tryggja vandaða og lögmæta málsmeðferð og ákvarðanatöku. Eðlilegt að máli hafi tekið langan tíma í umræðu. Það er eðlilegt að sveitarfélög taki sér tíma til að vega og meta stöðu sína tengt landi í þeirra sveitarfélagi. Við verðum þó á einhverjum tímapunkti að horfast í augu við það að tíminn er runnin út. Við getum ekki beðið lengur, Reykjanes getur ekki beðið lengur, framþróun og uppbygging á svæðinu sem telur 4 sveitarfélög, 30.000 íbúa og eitt örasta vaxtarsvæði landsins getur ekki beðið lengur. Í framhaldinu tel ég að það sé eðlilegt að við fáum nánari fréttir af málinu, hvar nákvæmlega það er statt og hvernig ríkið og eða innviðaráðherra hyggst leysa vandamálið með Landsneti ef Vogar mun ekki samþykkja framkvæmdaleyfi að sinni hálfu. Ég hvet okkur því öll að ræða málið við ráðherra, við Landsnet, við hin sveitarfélögin gegnum SSS, því við getum ekki sætt okkur við að bíða lengur eftir að þetta mál leysist. Kæra þakki fyrir þessa yfirferð. Orðið er laust fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Það er ekki fleiri sem að óska eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina eru beðnir að gefa merki. Hún er samþykkt 11.0. Þá tökum við næst fyrir fundargerð framtíðarnefndar frá 11. janúar síðastliðnum. Orðið er laust. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta fundargerð framtíðarnefndar eru beðnir að gefa merki. Hún er samþykkt 11.0. Þá tökum við fyrir 4. mál sem er fundargerð fræðsluráðs frá 13. janúar. Orðið er laust. Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég kem hér undir lið 5 í fundargerð fræðsluráðs sumarlokun leikskóla. Það er búið að gefa út að allir leikskólar Reykjanesbæjar hefji sumarlokanir á sama tíma, það er frá 5. júlí til 9. ágúst. Í Reykjanesbæ starfa margir við ferðamannaiðnaðinn og eru í vaktavinnu. Álagið á atvinnulífið eykst þegar mjög mikill og stór hópur þarf að hverfa frá á sama tíma. Auk þess eru margir foreldrar sem hafa ekki val hvenær sumarleyfi er tekið. Einnig eru fjöldi foreldra og barna af erlendum uppruna sem búa hér á svæðinu og margir þeirra hafa ekki stuðningsnet til að leita til. Umboð hvetur Reykjanesbæ til að endurskoða þessa ákvörðun og endurskipuleggja sumarlokanir leikskólana til framtíðar. Ég óska þetta verði bókað. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Ég kem undir lið 5, sumarfrí í leikskóla. Og þar er sagt að sumarleyfi leikskóla verður 5. júlí til 8. ágúst 2023 að báðum dögum meðtöldum. En bókunin í fundargerðinni er áhugaverð. Þar
segir: Fræðsluráð hvetur stjórnendur leikskóla til að kanna viðhorf foreldra til sumarlokunar leikskóla. Og okkur skilst, en formaður ráðsins væntanlega svarar fyrir það, að þeir sem eru í ráðinu spurðust fyrir hvort að það ætti að vera styttra eða hvort að það væri möguleiki að hafa ekki allt í einu eða eitthvað svoleiðis. Og það voru alls konar umræður þarna inni á fundinum sem að formaður væntanlega fer yfir, svo ég segi það aftur. En það sem að ég ætla ekki að leggja formlega til, en langar að nefna hér, að mér finnst þetta góð hugmynd að hvetja einmitt, kannski ekki stjórnendur, við getum líka bara hreinlega gert bara könnun hjá foreldrum og leikskólakennurum líka eða starfsfólki á leikskólum. Kanna hjá starfsfólkinu og kanna hjá foreldrum viðhorf til þessa. Ég segi það fyrir mig að ég held ég hafi bara aldrei tekið, ég tók langt sumarfrí þegar ég var kennari, en eftir að ég hætti að kenna, að þá var ég ekki að taka svona langt frí. Af hverju? Að því mér fannst persónulega gott að geyma hluta fríinu og var að reyna að fara á öðrum tíma. Og það hentaði mér, en ég er ekki að segja að það hendi öðrum. Það er svona skiptir máli líka að fá viðhorf starfsfólksins til þessa, alveg eins og foreldrana, og ég held að vera jafnvel sniður að fara bara í óformlega könnun heilt yfir á leikskólanum þessi mál. Takk. Takk fyrir þetta. Guðný Birna Guðmundsdóttir, gjöra svo vel. Virðulegi forseti og kæri bæjarfulltrúar, já, bara takk fyrir þetta. Við áttum óbúslega góðan fund í fræðsluráði núna síðast og þar undir lið 5 sem heitir sumarfrí leikskóla ræddu við bæði sumarfrí leikskóla og jólafrí leikskóla. En eins og þið vitið þá erum við að senda alla leikskólan okkar í frí á sama tíma á sumrin og ég spurði á fundinum hver hefðin? Eru öll sveitarfélög að gera það sama? Eru allir að loka á sama tíma? Við vitum að skólarnir okkar hefja störf 9. ágúst þannig að við getum ekki flutt fríi fram í ágúst en við svona ræddum hvort það væri eðlilegt að allir lokuðu á sama tíma og ég í mínum störfum í vaktavinnu og hafandi séð vaktakerfi starfsmanna þá vildi ég ræða það að það væri erfitt að lofa alltaf sama starfsfólki, alltaf sama fríi ár eftir ár. Þannig að við ræddum þetta og var mjög góð umræða. En allir 6 leikskólar sem við rekum í sveitarfélaginu fara í þetta frí. Og það er mjög mismunandi eftir sveitarfélagum hvað þau gera. Við lokum í 5 vikur og starfsmenn eiga inni sitt frí sem við reynum að nýta það. Samkvæmt leikskólafulltrúa og fulltrúa leikskólastjóra á fundinum höfðu þær almennt upplifað ánægju með þetta sumarfrí og litlar athugasemdir fengið. Þannig að við ræddum málið og í kjölfari var ákveðið að við lögðum til að það hefði haft samband við foreldra og kannað hvernig þeim þætti þetta fyrirkomulag. Leikskólafulltrúi lagði til skólapúlsinn í því sambandi sem að hentar bara vel. Þannig að við viljum bara í kjölfari núna taka samtali við foreldra. Er þetta frábært fyrirkomulag? Hentar þetta flestum eða ekki og þá getum við rýnt þær niðurstöður sérstaklega hvort að við breytum einum leikskóla sem tekur þá börnin í júní eða hvað við gerum. Þannig að við ætlum í kjölfarið að taka samtalið. Þannig að við mun koma með þær niðurstöður hingað inn og sjá hvað kemur úr þessu samtali við foreldra. Varðandi fríið jólin, þá voru mjög fáir foreldrar sem að nýttu sér leikskólapláss milli jól og nýjárs og almenn ánægja með þetta frí sérstaklega hjá starfsfólki en að sama skapi vildum við líka fá að heyra í foreldrum varðandi þetta frí. Þannig að þetta fer í vinnslu með leikskólunum að heyra viðhorf foreldra.
Þannig að það er vel. Við í kjölfarið, undir lið 4 þá fáum við nýtt dagforeldri til okkar sem ber að fagna. Nú erum við með 23 í heildina og vonumst eftir að fá fleiri, þannig að ef að þið heyrið eitthvað eða hafið áhuga endilega hafið samband. Svo tókum við undir lið 3 endurbætur og skólalóðum grunnskóla. Sú vinna er ennþá í fullum gangi og hérna verður mjög spennandi að hrinda þessu verkefni í gang þegar það verður fullgert. Annað var það ekki bili. Takk. Takk fyrir þetta. Orðið er laust fundargerð fræðsluráðs frá 13. janúar. Það er ekki fleiri sem óska eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina eru beðnir að gefa merki. Og hún er samþykkt 11:0. Þá tökum við fyrir 5. og síðasta mál hér á dagskrá sem er endurnýjun þjónustusamnings samræmda móttöku flóttafólks. Orðið er laust. Það viltu fylgja þess aðeins eftir, leyfum bæjarstjóra að fylgja aðeins eftir. Gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, hér er að beiðni bæjarfulltrúa komin á dagskrá nýgerður samningur samræmda móttöku flóttafólks sem að samþykktur var í bæjarráði daginn og undirritaður núna fyrir rúmri viku og í gögnunum ykkar er að finna fyrri samning sem að þessi samningur tekur við af og viðauka sem að var gerður upp á 27 milljónir til þess að brúa bilið þarna á milli þessara 2 samninga og síðan yfirlýsing sem að undirrituð var og varð eiginlega til í framhaldi af ósk okkar að ríkið myndi setja fram áætlun hvernig það hygðist fækka fólki í þessum hópi úr 350 niður í 150 eins og kveðið er á í samningnum. Eftir samtal við ríkið eða fulltrúa ríkisins og ráðherra var nú bara mjög aktífur í því samtali sjálfur, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, ráðherra félags- og vinnumarkaðsmála, að þá var það að svolítið stærra máli, það er að segja að yfirlýsingin tekur á því að við erum og ætlum og erum að vinna að sameiginlegri áætlun hvernig við getum mætt þeim áskorunum sem að sannarlega blasa við okkur hér á mörgum sviðum. Og ef ég má með leyfi forseta bara að lesa þessa yfirlýsingu örstutt. Félags- og vinnumarkaðsráðuneytið, Reykjanesbær, Vinnumálastofnun og Fjölmenningarsetur eru sammála nauðsyn þess að greina þær áskoranir sem Reykjanesbær glímir við vegna aukins fjölda flóttafólks sem býr í úrræðum á vegum ríkisins í Reykjanesbæ, þannig að unnt verði að vinna saman að lausnum í því skyni að koma í veg fyrir að nauðsynleg þjónusta við íbúa sveitarfélagsins gerðist. Aðilar sammælast að vinna sameiginlega að markmiðum sem koma fram í samningi Félags- og vinnumarkaðsráðuneytis, Reykjanesbæjar, Fjölmenningarseturs og fjármálaráðuneytis samræmda móttöku flóttafólks og þetta er undirritað 9. janúar síðastliðinn af Guðmundi Inga Guðbrandsssyni, Nikolai Mosti sem er forstöðukona Fjölmenningarseturs, Hildi Jakobínu Gísladóttur sem er forstöðumaður Vinnumálastofnunar á Suðurnesjum og þeim sem hér stendur. En ég er svo tilbúin að svara spurningum ef einhverja koma frá bæjarfulltrúum og Hera Ósk Einarsdóttir, sviðsstjóri velferðarsviðs er hér líka. Takk. Takk fyrir þetta. Margrét Þóranesdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir. Umboð greiðir ekki atkvæði við afgreiðslu þessa máls. Ég tel að sú aðferðafræði sem ráðuneytið hefur viðhaft gagnvart sveitarfélaginu í jafnstórum málaflokki og málefni flóttafólks eru orðin sé ámælisverð. Margsinnis
og ég ítreka margsinnis hefur ráðuneytið orðið uppvíst af samráðsleysi við Reykjanesbæ. Ég ítreka það sem ég hef sagt áður hér og fjölmargir sem til þekkja hafa bent á að Reykjanesbæ er komin að þolmörkum við móttöku flóttafólks. Við hér í Reykjanesbæ hefur svo sannarlega staðið okkur vel í móttöku flóttafólks. Við vorum frumkvöðlar og boðin og búin að aðstofa flóttafólk. Ríkisvaldið þakkar hins vegar fyrir sig með því að senda enn fleira flóttafólk til okkar án nokkur samráðs. Þrátt fyrir að sveitafélagi sé komið að þolmörkum. Ráðuneytið hefur tekið á leigu heilu fjölbýlishúsin í bæjarfélaginu fyrir flóttamenn án nokkur samráðs. Við þekkjum þetta öll. Þessi 9 íbúar þurfa síðan margvíslega þjónustu sem Reykjanesbær hefur þurft að standa straum af. Nú er ráðuneytið loks tilbúið að greiða fyrir þessa þjónustu gegn því að bæjarfélagið taki við enn fleiri flóttamönnum. Hér er einfaldlega verið að stilla okkur upp við vegg. Mér hugst ekki svona vinnubrögð og greiði því ekki atkvæði. Í bæjarráði samþykkti ég þennan samning með fyrirvara að útbúin yrði yfirlýsing sem fæli í sér að aðgerðaráætlun fyrir svæðið með tilliti til móttöku flóttafólks og fækkun þeirra á svæðinu. Hér kemur svo yfirlýsingin. Það segir að það eigi að greina þær áskoranir sem Reykjanesbær glímir við vegna aukins fjölda flóttafólks sem býr í úrræðum á vegum ríkisins. Greina hvað? Ég bara spyr. Það þarf ekki að greina neitt. Þetta liggur fyrir. Það eru einfallega of margir flóttamenn á könnu Reykjanesbæjar. Við erum komin að þolmörkum. Skólarnir, félagsþjónustan, húsnæðismarkaðurinn. Þetta vita allir. En ráðuneytið vill ekki skilja þetta. Í yfirlýsingu eru svo nokkur falleg orð samstarf og samvinnu, eitthvað sem hefur ekki staðist að hálfu ráðuneytisins hingað til gagnvart Reykjanesbæ. Í þessari yfirlýsingu er ekkert minnst á tímafresti eins og lagt var upp með. Ekkert fjallað það hvenær fækkun flóttamanna í þjónustusamningi á að hefjast, ekki einu orði, bara einhver greiningavinna. Virðulegur forseti, að fenginni reynslu treysti ég einfaldlega ekki ríkisvaldinu í þessu málaflokki þegar kemur að samskiptum við Reykjanesbær. Ég greiði því ekki atkvæði og ég óska að þetta verði bókað. Kæra þakki fyrir þetta. Forseti ætlar að benda hér á að hér er þjónustusamningurinn lagður fram til kynningar. Það er búið að samþykkja hann í bæjarráði og svo fundargerð fór fyrir bæjarstjórn og búið var að samþykkja þá fundargerð líka þar. Þannig að við munum ekki greiða atkvæði samningin. Heldur hann lagður hér fram eingöngu til kynningar. Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel. Já, ég vil fá að svara þér, virðulegu forseti. Það er alveg rétt, þetta kom fyrir bæjarstjórn og var samþykkt með fyrirvara yfirlýsinguna frá ráðuneytinu. Við þurfum að sjálfsögðu að greiða atkvæði hvað varðar yfirlýsingu ráðuneytisins. Ég tel það bara eðlilega stjórnsýslu að það sé ekki skrifa undir án þess að bæjarstjórn taki ákvörðun það. Þannig að ég tel, þarna er ekki verið að fara með rétta stjórnsýslu, auðvitað áttu við að fá að sjá yfirlýsinguna og samþykkjana í bæjarstjórn og þess vegna tel ég að ég get ekki samþykkt þetta vegna þess að ég er algjörlega ósammála þessari yfirlýsingu og ég hefði viljað breytinni og eins og kom hér fram í máli mínu áðan, þá hef enga trú á því að ráðuneytið komi til með að standa við sín orð, því miður. Og ég vil ekki skrifa undir það að ég hafi samþykkt þetta. Takk fyrir. Takk fyrir því hefur verið komið hér á framfæri en á sama tíma að þá kannski eðlilegt að upplýsa það að yfirlýsingin og það sem við óskuðum eftir frá ráðuneytinu í millitíðinni barst okkur og við samþykktum þennan fyrirvara í gegnum póstsamskipti við bæjarstjóra og þarna erum við auðvitað líka þeir sem hafa atkvæðarétt í bæjarráði. Margrét Þórarinsdóttir í þriðja sinn, gjörðu svo vel. Takk fyrir virðulegu forseta, leyfa mér að koma aftur. Já, þú nefndir það að þetta var samþykkt í póstsamskiptum helgi. Ég tel það bara algjörlega ekki eðlilegt. Ég sá þessi samskipti ekki þar sem ég var erlendis þessa helgi. Ég sendi bæjarstjóra póst og óska eftir því að þetta yrði tekið fyrir. Ég tel bara eðlilegt
að þegar svona stórt mál eins og málefni flóttafólks er í umræðinni að yfirlýsing frá ráðuneytinu komi til afgreiðslu í bæjarstjórn. Það tel ég bara algjörlega eðlilegt. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Friðjón Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, við langar bara að ítreka það að þessa samningu sem við samþykktum hér í bæjarráði og bæjarstjórn, þar kemur skýrt fram að það er að fækka fólki í úrræðum í Reykjanesbæ síðari hluta þessa árs og það er hárrétt og við fögnuðum því mjög að í fyrsta skipti að þá var ráðuneytið að vinna með okkur í að fækka flóttamönnum hérna. Í kjölfar þess kom svo umræða fram í bæjarráði að við myndum óska eftir aðgerðaplani og það var leitast eftir því. Þess í stað og þá kom þessi tilkynning eða tilkynningu sem síðan send var öllum bæjarfulltrúum og hún var samþykkt af öllum sem hana lásu allavega og það er eina sem ég get sagt og við fögnum þessari yfirlýsingu. Mér finnst ekki alveg rétt að segja hérna að þetta sé ekki fyrir okkur og þeir eru ekki staðið við eitt eða neitt. Mér finnst það kannski fullt í áranna gripið. Við erum núna í fyrsta skipti að gera samkomulag fækkun flóttamanna í Reykjanesbæ, tímasetta fækkun. Við erum líka að fá viðurkenndan þann kostnað sem við höfum lagt út fyrir með nýju samkomulagi. Þannig að þessi samningur er stór breyting frá því sem áður var. Og ég held að það líka sýnt sig í samskiptum við ráðherra að hann hefur staðið við þau orð sín að vera ekki að leigja fleiri eignir innan okkar svæðis, heldur en að fara að dreifa sig meira vítt og breitt um landið eins og við höfum orðið var við í fjölmiðlum. Þetta er erfiður málaflokkur og ég held að við höfum tekið stórt og gott skref með þessum samningi. Bara ítreka það að þessi samningur, þetta fólk er hérna á staðnum, þetta er ekki eins og við séum að taka út í nýjum hóp, þetta fólk er hérna nú þegar. Þannig að ég tek heils hugar undir hennar samning og er ánægð með þessa yfirlýsingu og ég held að þetta sé að færist í betri veg en nokkuð tíðan áður. Kæra þakki fyrir þetta og ég vil taka undir það að það er einmitt okkar núna að inna þá sem að við erum komin í samstarf við að við uppfyllum það sem rætt í þessum samningi og líka það að eins og bæjarfulltrúi Friðjón minnist hér réttilega á að þá erum við ekki að taka á móti neinum nýjum. Við erum þessi hópur sem er tilgreindur í þessum samningi er búsettur nú þegar í sveitarfélaginu. Okkur ber skylda til að veita ákveðna þjónustu samkvæmt lögum og í raun og veru stóðum við hér frammi fyrir því að það voru tveir valmöguleikar, annarkvort að skrifa undir samning og fá þessar endurgreiðslu sem við getum sótt varðandi alla þá þjónustu sem við veitum eða þá að ganga ekki til samninga og fá þá engar endurgreiðslur og að fjármagn hefði þurft að koma bara beint frá sveitarfélaginu. Þannig að En ég tek undir það, við höfum margoft flaggað því að okkur finnst að það þurfa að gera betur. Við sjáum núna fréttir úr öðrum sveitarfélögum þar sem verið er að para fólk við sem við höfum ekki séð áður og það gefur svona vísbendingar það að hlutinni séu að breytast og við verðum bara að fylgja því fast eftir. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Það er kannski ekki ástæða til að endurtaka allt sem búið er að segja, en þetta er sem sagt samningur samræmda móttöku og 1. desember 2022 voru, ef ég man rétt, 313 aðilar sem voru þá komnir, eða voru í þessari samræmdu móttöku og samningurinn hljóðar upp á 350. Þannig að við erum þarna með borð fyrir báru að því að þetta er kannski ákvað tímapunkti að taka þessa tölu. Það er rétt að við erum að fá greitt fyrir það en ég get tekið undir með Margréti Þórarins að því leyti til að það var sérstakt og er sérstakt að fylgjast með því að
hvað þau voru tregir til þess að láta okkur vita hvernig er alltaf að fækka þessu niður í 150 og auðvitað hefði maður viljað sjá það. Og það er ekki það að Reykjanesbær er að draga lappirnar og hefur alls ekki gert það og við höfum meira að segja að vera svona stilta fólkið. Ef við horfum á það sem er að gerast núna í fréttum, þessi menn eru bara hreinlega að mótmæla harðlega og fara í harðar aðgerðir bara mótið í þegar að vera að koma með flóttafólk í þeirra sveitafélag. En það sem að við þurfum náttúrulega bara að segja við alþjóð, kannski ekki alþjóð, en kannski við erum náttúrulega nafnilega alheimsins Ísland, er að segja allan við Íslandinga að þetta hafa verið vinnubröðin sem að við höfum þurft að búa við. Að það eru leigt húsnæði og það eru aðalar sem kom inn. Við erum með 423, 1. desember 423 fólk sem var að leitast eftir alþjóðlegri vernd og hefur fækkað töluvert mikið að mér skilst. Á hverjum einasta degi kemur fjöldi til okkar og auðvitað til annarra sveitafélaga. En þetta er stór hluti og við sem Íslandingar þurfum auðvitað að taka vel á móti aðilum sem eru að koma hingað og þá er einmitt spurning hvernig við að gera það. Við ákváðum að gera ekki meira í þessu og vera ekki með eitthvað uppstætt því að aðgerðalistin kom ekki með 150 vegna þess að hvernig við ætlum að fækka niður í 150 og það var vegna þessara greiðslna sem við erum að fá. En ég verð að viðurkenna það að það er svona með hundshaus sem að maður er að samþykkja þetta. En ef að við samþykjum þetta ekki, hvar erum við þá? Þá erum við ekki að fá þessa peninga og með þessu vilyrði og þessu samningi að menn ætla að halda fyrir þessu samkomulagi, þá vona ég það og ég er sammála bæjarfulltrúa Friðjóni að þarna er þetta komið skrifa á blað og það hjálpar okkur og þarna er viðurkenndur kostnaðarauki og það hjálpar okkur. Þannig að við skulum þá bara vona það að þetta sé upp af einhverju góðu. En ég trúi því ég ætla að vona að við hér, öll sem einn, stöndum sér í lappirnar með það að ef að önnur sveitafélög spyrna á móti fótum, ætli ekki að taka á móti, neita að taka á móti, að við séum þá ekki að taka á móti enn fleirum eða þá samþykju það að það verði ekki fækka niður í 150 í samræmdri móttöku eins og talað er um. Þannig að ég held að skipti miklu máli síðan framhaldi hvernig erum við að vinna þetta áfram því að ég vil hvetja önnur sveitafélög að koma með okkur í lið og dreifa þessum einstaklingum sem við viljum taka vel á móti landið vegna þess að ef við ætlum að búa til gott samfélag með góðu fólki, þá gerum við það ekki með því að hrúa öllum á eitt stað og sinna þeim ekki almennilega. Við höfum bara ekki burði. Þannig að ég vona allavega að þetta sé allavega fyrsta skrefið og að það er verið að gera samninga við fleiri sveitafélög, en bara allt og fá. Takk. Takk fyrir þetta. Kannski líka benda á það bara ef sem af því við vorum að tala um upplýsingaflæði til íbúa að þá eru hér 10 af 11 bæjarfulltrúum sem skrifuðu sameiginlega yfirlýsingu sem send var til fjölmiðla sem er í rauninni bara upplýsingagjöf það hvernig hvernig málum er komið og það kemur líka fram að verkefnið snýst auðvitað fyrst og fremst mannúð og skjól fyrir fólk á flótta og þá samvinnu sveitarfélaga við ríkið sem að við kannski treystum ekki nægilega vel á en vonumst auðvitað til að muni breytast. Orðið er laust endurnýjun þjónustusamnings. Guðný Birna Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og kæru bæjarfulltrúar, ég ætla ekki að staldra hérna lengi við. Við höfum rætt þetta mál ítrekað opinberlega í fréttamiðlum og annars staðar. Að sjálfsögðu er eðlilegt að við gerum þennan samning núna 350 aðila til okkar í sveitafélögunni þegar þeir eru þegar komnir og við erum þegar að sinna þeim. Þannig að eðlilega er það heillvænlegra fyrir okkur að við fáum tekjur frá ríkinu fyrir að sinna þessum hóp. Ég ætla bara rétt að vona það að þessi samningur haldist, að það verði greinargott gert að fækka á árinu eins og okkur var lofað og stendur í samningnum
að það verði ekki nýtt tækifærið og leigt fleiri húsnæði hjá okkur og komið eftir á með nýjan samning. Við erum að sjálfsögðu öll að vilja gerð, búin að aðstofa þetta fólk og þetta ástand í heiminum, en það er alveg ljóst að við getum ekki tekið endalaust við. Þannig að það sé sagt og ítrekað hér. Takk. Takk fyrir það. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo er ekki, og eins og ég sagði áðan þá er þetta mál hér lagt fram til kynningar, þannig að við þurfum ekki að greiða sérstaklega atkvæði um það og því liggur ekki fleira fyrir á þessum fundi. Við förum yfir fundargerð núna og eins og áður og undirritum rafrænt. Því segi ég þessum 647. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar slitið.